Og ef við höldum áfram með þetta tímabil, að þá eru 1810 ár af þessum 2300 árum sem leiða okkur til ársins 1844. Þá gerðist eitthvað mjög merkilegt í þessum heimi og við förum að koma að því. Nema, ég hérna með þessa samantekt, Guð sagði Daníel að þegar 2300 ár væri liðin frá tilskipun Persakonungs að endurreisa Jerúsalem, sjáum þið til dæmis í Esra bók, lesið þeir komið heim 7. og 7. kaflan. Þá sjáum við allt þessa tilskipun að senda Ísraelsmenn sem voru í ánauð í öðru landi, að nú mættu þau að fara heim. Það höfðu aðra tilskipanir verið gefnar og eins og Nebúkadnesar og Daríusi. En þeir höfðu ekki endilega lagt fé, eða nógu mikið fé, til að byggja upp musterið og þjóðina. En það gerði Artaxerxes, konungur Persaveldis. Hann lagði Ísraelsmönnum sem vildu fara heim aftur, eftir 70 ára útlegð, allt upp í hendurnar til að byggja upp musterið, borgarmúrana í Jerúsalem og þjóðina. Og þá myndi helgidómurinn verða hreinsar af allri synd að því að menn töldu. Kristið fólki, mörgu kirkjudöldum, töldu víst að hér væri átt við helgidóm Guðs hér á jörðu. Og þar að leiðandi hlyti Kristur sjálfur að koma til þess að hreinsa hinn jarneska helgidóm. Ég að vísa til svona miðja þarna öldina, það var 1830 til dæmis, þá byrjaði gríðarlega mikil hreyfing, trúarvakning í mörgum löndum allan heim, á Indlandi, í Suður-Ameríku, í Evrópu, í Bandaríkjunum, að menn voru að uppgötva hver á sínu sviði, hver á sínu stað á þess að vita hver öðrum. Kristur að koma, því að hann hlýtur að vera að koma til að hreinsa helgidóminn. Og þeir þekktu engan annan helgidóm en þennan jarneska. Og gleymdu því að í Hebreabréfinu segir Drottinn, lesið þarna 8. og 9. kaflan í Hebreabréfinu þegar komið heim. Og sjáu þið allt himneska helgidóminn sem Jesús hélt inn í þegar hann steig upp til himins og þar í dag til að þjóna fyrir okkur syndarana. Og þetta ákaflega mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir þessu. Því að það þarna sem verður að gera út örlög allra manna. Og dómurinn yfir okkur mannunum hefur byrjað árið 1844 við það að það átti að taka til í hinum himneska helgidómi. Og það byrjað að sjálfsögða á hinu dánu fyrst. Svo kemur það okkur og hvenær byrjar dómurinn að rannsaka okkur. En það tekur ekki langan tíma. Nema við höldum áfram, þarna segir í minni samantekt að þar sem 2300 ára spádómstímabilið í Daniel 8:14 endaði árið 1840, bjuggu þúsundir kristinna einstaklinga sem undir það að taka á móti Jesú í skýjum himinsins. Nú förum við yfir í Opinberunarbókinni 10. kafla og þar segir í 9. og 10. versi að Jóhannes átti að borða þessa bók. En hvílík vonbrigði það voru sem fólk upplifði annars. 22. október 1844, þeir gátu reiknað þetta út alveg upp á dag með spádómana. Að þegar Kristur kom ekki, hugsaðu hvað vonbrigðin. Og þarna rætti spádómurinn hinn miklu vonbrigði sem lýst í Opinberunarbókinni 10. kafla, 9. og 10. versi, þegar að bókin sem honum var sagt, honum Jóhannesi, að taka úr hendi engilsins og eta, hún yrði sæt í munni hans en bitur í maga hans. Nákvæm lýsing á vonbrigðunum miklu 1844. En við höldum áfram að lesa þetta. Opinberunarbókin 10, 9. vers. Ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina og hann segir við mig, tak og et hana eins og hún er. Hún mun verða beisk í kviði þínum, en í munni þínum mun hún verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp og í munni mér var hún sæt sem hunang. En ég hafi etið hana, fann ég til beisku í kviði mínum. Svo kemur útskýring sem flestir
áttuðu sig ekki á árið 1844, ekki fyrr en eftir nákvæma biblíurannsókn í fleiri vikur og jafnvel mánuði. Í 11. versi segir: þá segja þeir við mig, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga. Með öðrum orðum, í stað þess að þeir héldu hinni kristnu að nú væru þeir til að fara inn í himinin með Jesú því Kristur væri að koma að sækja þá, þá áttu þeir enn eftir að spá, það er að segja, boða efni spádóma Biblíunnar og fræða fólk allt mögulegt í Biblíunni enn tíma áður Kristi kæmi. Það var viðbóta verkefni fyrir hina trúuðu. En vitið það við vonbrigði miklu þegar Kristur kom ekki, að þá yfirgáfu flestir sem aðhylltust þessa sælu og von að Kristur væri að koma, yfirgáfu Guð, yfirgáfu hjálpræði hans þeim til handa, hættu að trúa nokkur í Biblíunni. En þá voru sumir sem héldu áfram að stúdera, og meðal þeirra voru þeir sem síðar kölluðust sjöundadags aðventistar. Og það er þeim að þakka í dag að þessi boðskapur helgidóminn á himni, honum haldið á lofti. Til skamms tíma minnstakosti, þá voru engin trúarbrögð eða engin kristilegu söfnuður sem boðaði sannleikann og staðreyndirnar helgidóminn á himni og mikilvægi hans fyrir okkur í dag og það starf sem þar runnið nú þessa dagana, nema sjöundadags aðventistar. Og ég lít á mig sem sjöundadags aðventista og ég er eilíflega þakkláttur þeim fyrir það að hafa kynnt þennan boðskap mér á sínu tíma. Síðan hef ég alla tíð verið að kenna öðrum þennan sannleika. En þeir áttu sem sagt að halda áfram að boða og kenna fólki af öllu þjóðum. Tíminn var enn ekki kominn til þess að Kristur kæmi. Og munið eftir því að lærisveinarnir spurði hann einu sinni, hvenær muntu koma aftur? Ég mun sýna ykkur texta það hérna rétt á eftir. Og þá svaraði hann, það veit enginn nema faðirinn einn hvenær hann kæmi aftur. Ég vil bara benda ykkur á að eins og Nói predikaði í 120 ár yfirvofandi endi veraldar, hérna fyrr á tímum, að frá vonbrigðunum miklu árið 1844 eru núna í dag liðin 162 ár. Okkar tími senn á enda. Okkur hefur gefið meiri tími heldur í kynslóðinni sem lifði á tíma Nóa og flóðinu. Okkar tími senn á enda við höfum fengið 42 ár umfram þann tíma sem fólk á dögum Nóa fékk. Hugsið ykkur, Guð er langlyndur. Hann vill ekki að neinu glatist, heldur að allir komist til iðrunar, eins og segir í bréfi Péturs á þeim tímum þegar hann sagði að spottarar myndu koma fram á síðustu dögum og segja, hvað verður úr komunni eða voninni komu Jesús aftur? Það er þetta sem fólk er að gera í dag. Það yfirgefur orð Guðs, hættir að sýna áhuga á kristindómi eða Jesú Kristi og hjálpræði hans. Það hefur ekki það áhuga. Almennt tala, það er Guði sé lof fyrir marga, samt sem áður. Og þeir verða fleiri undir loki þegar anda Guðs verður úttelt og margir muni heilshugar boða þennan boðskap og meðtaka hann. Við förum núna yfir í 11. kaflann í Óperunarbókinni og takið bara eftir hvernig hann byrjar. Þar segir, mér var fenginn reyrleggur, þetta er Jóhannes sem talar, líkur staf sem sagt er, rís upp og mæl musteri Guðs og altarið og teldu þá sem þar tilbiðja. Og láttu forgarðin sem er fyrir utan, musteri vera fyrir utan og mæl hann ekki því að hann er fenginn í heiðingjónum og þeir munu fótum tróða borginni helgu í 42 mánuði. Vottana mína 2 mun ég láta flytja spádómsorð í 1260 daga, sekkjum klædda. Ég mun nána fara út í þetta 1260 daga eða 42 mánuði. Þetta er allt tímabil, sama tímabili og líka 3,5 ár sem að líka er nefnt. Þetta er allt sama tímabili sem samastendur 1260 dögum og það eru jafnmörg ár. Ég mun útskýra það betur í næsta eða það næsta erindi og við höldum bara áfram. Nema ég má til með að leggja áherslu á að hér í fyrsta versi er verið að
hvetja hina trúuðu Jóhannes hvattur til að mæla musterið og teldu þá sem þar tilbyðja. Sjáu þið athyglinni sem Guð gefur helgidómi sínum, jafnvel þessum jarneska, og hann segir bara mæla hann. Og af hverju? Þetta svo mikilvægur boðskapur musterið, helgidóm Guðs, helgidóms þjónustuna sem Jesús að gera og framkvæma fyrir okkur auma syndara, hið efra. Og eins og ég hef lagt áherslu á, jafnvel í þessu námskeiði á fyrri erindum, að þegar Kristur yfirgefur musterið til að koma hingað til jarðar, sem verður innan skamms, þá enda náðatíminn fyrir alla jarðarbúa. Ranglátir verða frá þeim tíma sem hann hætti þessari æðsta prestþjónustu í musterið hið efra. Þegar hann hætti því, þá muni engin ranglátur geta orðið réttlátur eða öðlast eilíft líf. Á sama tíma munu þeir sem þá hafa verið yfirlýstir réttlátir, þeir munu ekki verða ranglátir aftur. Svo að bara hugsið ykkur bara hvað þetta mikilvægur boðskapur, en það eru fæstir sem að kenna þetta eða boða þennan boðskap.